Góðan daginn, bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir embættismenn sem hér eru samankomin í sal á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar. Ég býð ykkur velkomin á 300. og 19. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann hér með settan. Fundurinn er tekin upp og honum er streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég óska hér upphafi fundar eftir að leita afbrigða frá boðaðri dagskrá til að taka inn fundargerð bæjarráðs númer 728 frá því í gær, 4. október og fundargerð fræðslunefndar númer 102 frá 29. september. Ef enginn hreyfir við því andmælum, svo virðist ekki vera, þá verða þessar fundargerðar lagðar hér fram til samþykkis. Á dagskrá fundarins í dag eru eftirfarandi, það er fundargerðir bæjarráðs númer 726, 727 og 728. Þær verður bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 296, fundargerð hafnarstjórnar númer 267 og fundargerð félagsmálanefndar númer 146 og fundargerð fræðslunefndar númer 102. Tvö mál er undir liðnum almenn mál og það mun þá vera liður 8, 730 deiliskipulag, Bakkagerði 1, breyting Litlagerði og svo liður 9, 735 deiliskipulag, Dalur 2, breyting Miðdalur, Ystidalur, Árdalur. Þá göngum við til dagskrá og fyrsta dagskrá eru þá liðir 1, 2 og 3, fundargerð bæjarráðs númer 726, 727 og 728 sem eins og áður sagði verið bornar hér upp saman til samþykktar sem ekki veitir því andmælum. En orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Sigurður Ólafsson formaður bæjarráðs orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri, ágæti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætlaði aðeins að renna hérna yfir bara nokkur mál. Fyrst úr fundargerð 726, útboð vátrygginga Fjarðabyggðar. Bara rétt að nefna það. Það sem sagt hérna var farið í nýtt útboð á tryggingum og það skilar því sennilega að við getum sparað þó nokkur upphæðir í tryggingum sem er verulega gott mál. Liður 1, 2 úr fundargerð málefni sköpunarmiðstöðvarinnar. Það fékkst aukið fjármagn frá ríkinu í það verkefni sem er gífurlega jákvætt mál og hérna ég vil bara lýsa aftur yfir ánægju með það sé að takast að koma því verkefni svolítið fyrir vind og vatn. Það hérna mun sennilega takast í þessum áfanga að gera húsið vatns- og vindþétt sem er mjög stór áfangi í þessu og þetta er náttúrulega gífurlega mikilvægur sproti fyrir samfélagið á Stöðvarfirði og verulega gott mál. Liður 1, 3, íbúafundur á Reyðarfirði grænan orkugarð. Þessi fundur er sem sagt í kvöld og þarna á að kynna þessar áætlanir uppbyggingu á nýjum iðnaði á svæðinu og ég held að sé góð viðleitni að þetta sé strax kynnt í nærsamfélaginu og þessi tekið samtal við hérna samfélagið og það fá að vera með í ráðum. Þetta er gífurlega spennandi verkefni og getur orðið hérna öflugur vaxtarbroddur í okkar samfélagi. Það er næsti liður, 1.4, samningur rekstur Norðfjarðarflugvallar. Það hillir í að það verði loksins gengið frá lýsingu á vellinum og hérna stefnir í að það sé að fara að gerast núna næsta vor og það náttúrulega verður frábært ef það tekst að klára það. Völlurinn er náttúrulega gífurlega mikilvægur hérna hvað varðar öryggi. Það fyrir mikið sjúkraflug völlinn, þannig að þetta er stór mál fyrir okkur að hann sé sem mest nothæfur og auðvitað eru Norðfirðingar búin að leggja talsverða fjármuni í þennan völl og það má svo deila hversu eðlilegt það sé
að einkafyrirtæki sé að leggja peninga í flugvallagerð. Auðvitað á ríkið að standa sig í þessu. En gott mál ef það tekst á að koma þessu þannig fyrir að völlurinn sé meira nýtilegur og það sé ofta hægt að lenda á honum. Það liður 1.5 trjákurl til húshitunar. Þarna áhugavert sprotaverkefni á ferðinni sem við ætlum að kanna hvort það getur ekki gengið. Og það sem sagt búið að fela fjármálastjóra að útfæra samning verkefnið til að leggja svo fyrir okkur til skoðunar. Þetta getur verið mjög spennandi verkefni held ég og besta mál að nýta hráefni sem að tilfellir með þessum hætti í staðinn fyrir að brenna olíu. Þá það úr fundargerð fundargerð 727 liður 2.2 samningur réttarhold 1-3 á Reyðarfirði við leigufélagið í Bríeti. Ágætt að þetta sé komið þetta stig, það sé verið að ganga frá þessu. Þetta auðvitað í takti við þá stefnu okkar að grynnka aðeins á eignasafninu og létta þar með viðhaldsskuldbindningar og við teljum að þessi besta mál. Það hefði verið mjög erfitt að losna við þessar íbúðir allar á einu bretti eða með öðrum hætti og þetta tryggir að þessar íbúðir haldast áfram í leigu sem ég held að skipti máli. Leigumarkaðurinn ansi þröngur á svæðinu og það ákveðin kostur við þennan díl að hann tryggir það að þessar íbúðir verða áfram í útleigu. Liður 2.6 ofanflóðahætta ofan Eskifjarðar, íbúafundur það í næstu viku og það bara mikilvægt að það sé virkt samtal við íbúana þessar hættur. Það hafa margir áhyggjur af þessu og rétt að ítrykka það að það verið að fylgjast vel með og og að fólk hafi þá tilfinningu að það sé ekki verið að kasta til hendinni með það að tryggja öryggi íbúa. Þá það fundargerð 708 liður 1 samráð lögreglustjóra á Fjarðabyggðar. Lögreglustjóri kom til okkar ásamt yfirlögregluþjóni og fór yfir samstarf sveitarfélagsins og lögreglunnar með ítarlegum hætti og það var mjög gott mál og áhugavert að fara yfir svona tölfræðina tíðni brota og starfsemi lögreglunnar. Samráð lögreglunnar við sveitarfélagið mjög mikið og og það jákvætt og það greinilega vilji til þess að hafa þétta samvinnu við sveitarfélagið. Það mjög jákvætt. En það auðvitað við ýmis vandamál að glíma og til dæmis gengur mjög illa að manna lögreglulið. Það gengur erfiðlega að fá fólk og fagmenntaða lögreglumenn. Við glímum svo sem við þetta á ýmsum öðrum sviðum að fá fagmenntað fólk. En auðvitað ákveðið áhyggjuefni og þar spila hann meðal annars inn í stytting vinnuvikunnar sem því það þarf að fjölga stöðugildum sem léttir ekki beint róðurinn hjá embættinu við að finna fleira fólk. Restina af þessum fundi fór svona alltaf í fundi með nefndarformönnum og starfsmönnum nefnda fjárhagsrammana og fjárhagsráðstafna vinnuna og það lítið að segja hana í dítilum á þessu stigi máls en hún gengur bara vel. Tekjuhliðin hjá okkur lítur náttúrulega ágætlega út og núna stefnir í ágætis loðnuvertíð sem er mjög gott mál þó að loðnan sé auðvitað sýnd við en ekki gefin eins og venjulega en það allavega bendir maður til þess að það sé ágætlega bjart framöndan hjá okkur hvað varðar fjárhæð en auðvitað þurfum að vanda okkur verulega við þessa vinnu og passa það að kostnaðar við rekstur fari ekki
fari ekki úr böndum og það verið að vinna ýmsa vinnu í nefndunum í því tilliti og við þurfum svo næstu vikum að ljúka við gerð fjárhagsáætlunar fyrir næsta ár. En fleira var það ekki. Það verður laust. Ragnar Sigurðsson bæði fyrir að beða málið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir í streymi. Ég ætla að byrja hérna á fundargerð bæjarráðs nr. 726, mál 1.3, íbúafundur á Reyðarfirði grænan orkugarð sem í kvöld og þetta mál málanna í okkar sveitarfélagi þessa dagana. Þetta gríðarlega spennandi tækifæri sem við stöndum frammi fyrir og heilmiklir hagsmunir bæði fyrir land og þjóð sem og umhverfismála í tengslum við orkuskipti og þarna getum við tekið ákveðið skref til framtíðar sem snýr að útflutningi á afurð sem í formi orku framleidd hér á svæðinu og það bara gott að þetta sé komið á þetta stig og ég fagna þeirri vinnu sem að lögð hefur verið í verkið og lýsi bara mikill ánægju með hvernig staðið hefur verið að málum og nú að fara sem sagt í gang samráð í samfélaginu og svo hlýtur að koma að því á ákveðnum tímapunkti að við förum í svona ákveðna undirbúningsvinnu hér svona í meira mæli sem snýr að því þá hvernig við munum mæta þeim áskorunum sem að þetta mun hafa í för með sér og við sjáum það auðvitað að það eru sambærilegar hugmyndir uppi á Bakka, Finnafirði, Grundartanga og það því heilmargir sem að horfa til þessa enda í framtíðin bundin í þessu og það verður sem sagt ákveðin áskorun fyrir okkur og samfélagið að sjá til þess að innviðir hér séu í lagi til þess að taka á móti slíkri uppbyggingu og það mun þá væntanlega snúa fyrst og fremst lóðamál í nágrenni við Mjóeyri og svo húsnæðismálin sem að áskorun hvort sem að snýra þessu verkefni eða bara atvinnulífinu í heild. Það vantar orðið áþreifanlega húsnæði hér og það jákvætt að við erum í heilmiklum lóðaúthlutunum þessa dagana en það vantar svolítið kraft í uppbyggingu á húsnæði verði að segja. Og svo þetta síðast en ekki síst sem snýra þessu að það er orkan því að orkan þarf að vera til staðar fyrir allar þessar hugmyndir sem í gangi ef þær eiga að verða veruleika því að öll þessi verkefni krefjast talsverðar orku og ljóst að núverandi orkuþörf dugar ekki og því þarf eitthvað að koma til af virkjunum og öðru. Örlítið varðandi mál 1.5 trjákur til húshitunar. Þetta jafnframt mjög spennandi verkefni og verður til vonandi til tilraunar að minnstakosti í 1 ár og ef vel gengur og þá gæti þetta verið upphafið af einhverju enn frekari uppbyggingu og ég verð nú að segja fyrir mitt leyti að þá horfum við til þess að við getum jafnvel farið í meiri bruna og þá bruna til framleiðslu á orku til dæmis í úrgangi og það við sjáum það fyrir
á Suðurnesjunum þá eru menn komnir áfram í þeim málum og ég held að það væri mjög til happs ef að sveitarfélög hér á Norður- og Austurlandi jafnvel myndu taka sig saman og fara að horfa í auknum mæli til þessara þátta að fara í uppbyggingu á orkubrennslu með það í huga að endurnýta í rauninni þann úrgang sem ekki fer í flokkun, því leið og þegar við framleiðum orku úr úrgangnum þá erum við að endurnýta í þeim skilningi. Þá það fundargerð bæjarráðs númer 327 mál 2.2 samningur Réttarholt á Reyðarfirði við leigufélagi Bríet. Ég tek undir með Sigurði, það mjög gott að hérna við séum að koma Réttarholtinu yfir í hendur leigufélagsins og enda hefur má segja rekstur Réttarholts verið ákveðin bakki og á sveitarfélaginu, gríðarlega mikil viðhaldsþörf sem að við höfum að mæta hluta til en hún vaxandi enga síður og tekjurnar frá Réttarholti dugar langt í frá fyrir þeim ekstra kostnaði sem hvílar á húsnæðinu og það bara mikil þörf á því að koma Réttarholti og í bara þokkalegt ástand og ég held að þetta sé skref í rétt átt að fá þarna leigufélagi Bríet að málum. Það var hins vegar í upphafi kjörtímabilsins áhugasamur aðili sem að lýsti yfir áhuga á Réttarholti og Einar Már mann það kannski sem var formaður eignarskipulags- og umhverfisnefndar þá var áhugi sem óska eftir viðræðum við okkur kaupin á blokkinni og ég var mikill talsmaður þess að við myndum taka þeim viðræðum fagnandi og fara í þær. Sjónarmiði hins vegar var þá að það væri eðlilegast að fara í viðhaldsframkvæmdir á þakinu fyrir 10 milljóna þar sem að húsnæðið yrði verðmætara í kjölfarið. Þannig að við værum að hámarka virði húsnæðisins áður en við myndum selja það. Nú erum við búin að ráðast í 2 milljóna viðhaldsframkvæmdir og fáum svo hlutafé í leigufélaginu Bríet. Þannig að ég held að það hefði verið farsælt hefði við tekið þetta skref fyrir nokkrum árum síðan en hérna það breytir því ekki að þetta farsælt skref í dag og jákvætt að við séum að stíga fleira ekki bili. Takk. Jón Björn Hákonarsson bæjarstjóri hefur beðið orðið. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, bara aðeins að koma inn á örfá máli, ég kom ekki að endurtaka það sem samstarfsmenn mín hafa sagt undan sem ég tek nú undir margt þar en kannski bara aðeins að koma inn á bara hér svo sem í kvöld að eins og þeirra íbúafundurinn það verið mjög spennandi og verið gaman vonandi að verið góð mæting á hann til þess að fólk gefist tækifæri til að taka þessu umræðu og skoðun og sjá hvað á bakvið rafelsnið. Ég veit að þetta mörgum eflaust svolítið fjarlægt en þarna gefst tækifæri til þess með fulltrúum Landsvirkjunar sem munu fara yfir þetta og svo gefa sér góðan tíma til að spjalla á eftir við þá sem vilja fá frekar upplýsingar. Ég algjörlega fullur sem það, eins og þeir hafa sagt bæði Sigur og Ragnar, að hér gríðarlega mikil tækifæri fyrir sveitarfélagið og ég held að með þessari vinnu sem við erum búin að vera í núna og erum að þá hafi Fjarðabyggð alla burði til þess að vera miðstöð rafeldsneytisframleiðslu í Íslandi og verða þar í fararbroddi. Þannig að þetta verður bara reglulega gaman að fara í gegnum þessa vinnu áfram og eftir fundin. Aðeins bara lið 4 þessar fundargerð 726 að eins og Sigur kom inn á með Norðfjarðarflugvöll, það semst í gangi verðkönnun með ljósabúnaðinn hjá Isavia og sem núna undir og svona þetta fer svolítið eftir veðurfari en svona vonandi eigi síðar næsta vor verði hann komin upp eins og hann kom inn á sem mjög mikilvægt fyrir okkur.
en það er engan að fjölur áfram það nauðsyn Norðfjarðarflugvallar sem tengslum við umdæmissjúkrahúsið og svona heilbrigðisþjónustuna á Austurlandi. Liður 7, málefni brotabyggða, ég ætla bara aðeins svona að koma inn á að það er að við í næstu viku atvinnu- og þróunarstjóri að fara í vinnu með Byggðastofnun til undirbúnings verkefnisins að hefja það eins og við rætt hér áður. Við bindum mikla vonum við þetta verkefni, þetta reyndist vel slíkt verkefni í Breiðdal sem var í gangi á þannig að sameiningin átt sér stað og skildi eftir sig sprotaðar og sem hafa sannarlega blómstrað og sýnt það að þessi verkefni geta verið heilmikli svona breytingar haft för með ýmsar breytingar í samfélaginu og ég veit að stöðfirringar munu ekki liggja á liði sinni við það. Ég gerir ráð fyrir að við mun fljótlega munum þá fara að boða til íbúa þingsins en svona atvinnu- og þróunarstjóri sem hefur haldið á málum gagnvart Byggðastofnun mun fara svona í þá vinnu með þeim núna í næstu viku og upp á því þá fyrir að setja svona tímasetningar í það sem væri mjög aðskild að stóri íbúaþingi væri haldið núna fyrir aðventuna en þannig að verkefni færi svona full skriði sem maður segir í upphafi nýs árs. Aðeins bara hér í lokin þó að sé nú nokkuð liðið þessi fundur var haldinn að 20. september að þá var bæjarráð þarna með bókun undir því þá vorum við hér að eiga við COVID-smitt á Reyðarfirði í samfélaginu og ég vil nú bara nota þetta tækifærið í lokin að það bara þakka og bæði starfsmönnum og íbúum Reyðarfjarðar hversu að mikla arðurleysi tókust á við þetta smitt sem kom hér upp og hversu vel gekk að mörguleita að ná utan það. Það er ekki sjálfgefin nema að samfélagi taki saman höndum eins og þetta var gert og það var reglulega ánægilegt að úr því að við lentum í þessu að sjá þennan mikla vilja sem hér var til þess að ná utan þetta sem gekk og ótrúlega og svona að sjáum fyrir endan á þessu núna. Þetta náttúrulega bara svo sem eitthvað sem við vitum að við munum lifa með eins og hefur margt rætt einhvern ókona tíð að svona aðstæður geti komið uppi og þá bara tökumst við á það hverju sinni og gerum það eins vel og við getum. Bara aðeins í 727, fyrsti liður, svona við vorum að fjalla og laðum hann fram tillögu, bæði fjármálastjóri, mannustjóri og bæjarstjóri. Svona til gerða fjárhagsáætlunar núna að við horfum til þess að við erum þetta eins og menna þekkja, við erum í ýmsum breytingu núna í kringum starfsmanna umhverfi okkar að halda betur utanum, að hafa betur yfirsýn, grípa inn í eins og kostur í tengsluðu veikinda og fleira, að við munum líka þá horfa til þess að það sé metin staða veikindalögna sem þetta umtalsverður liður í stórum atvinnurekandi svo Fjarðabyggðar. Þá þetta umfangsmikill liður og við viljum reyna að aðstoða eins og við getum og draga úr veikindum eins og kostur þegar það slíkt hægt eða vinna með það. Og þetta svona eitt liður í þeim efnum að við tökum þá 10 ári til skoðana hvernig staðan innan þess hjá okkur og förum við þá þessi stakkan viðauka og leið kannski metum hvort það sé einhvern þátt að koma inn í stöku tilfelli og annað slíkt með öðrum hætti en við erum að gera. Þetta svona bara hluta þeirri vegferð sem við erum á núna sem ég held að sé til mikillar bóta að svona halda betur utan mannauðsmálun okkar því að það nú kannski svona stóra, ef við getum sagt að eitthvað sé eign, einhver auður, þá það náttúrulega mannauðurinn sem við erum með sem að vinna fyrir okkur. Svo sem hefur komið fram hér með Bríeti, ég held að sé ákvæmlega góður kostur að ganga til samstarfs Bríeti. Það opinbert leigufélag á vegum Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem tryggir þá ákveðna kjölfestu líka í leigu hér og ef allt eins og hefur komið fram hér í máli þessum undanmanntalið þá gerum við ráð fyrir að fundi á miðvikudaginn með HMS að við göngum frá þessu og erum líka til skoðunar með aðkomum Bríetar í fleiri kjörni hjá okkur og eins og með þekkja þá vorum við aðilar að yfirlýsingu sem var hér í vor þar sem Bríet auglýst eftir samstarfsaðilum byggingu leiguíbúða á Fáskrúðsfirði og gengir á samningi við fyrirtæki þarum og sem vonandi förum að sjá afrakstur af og fleiri slíka snertingar. Ég gerir ráð fyrir því að öllu óbreyttu með þessu samkomlega sem við verðum þá hluthafar í Bríet, það var hugmyndi með Bríet að sveitafélög getur verið hluthafar á móti hinu opinbera þar
að við verðum þá hluthafi númer 2 í Bríet þegar við erum búin að undirrita og eftir Íbúðalánasjóði sem gekk inn í Bríet með tölvöld mikið eignum á sínum tíma þegar umbreytingi var í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og það þetta bara mjög glæsilegt að vera í forgrunni þessara breytinga. Ég veit að mörg sveitarfélög í þessum viðræðum einnig en við séum að ná svona þessum árangri núna og jafnvel að stilla upp til lengri tíma meiri svona umhald, meiri sókn í tengslu byggingulegu íbúð og fleira. Það kom líka erindin, það liður 4 samtíðis heimsmarkmiðin. Það er kannski bara svona mikið aðteklaði forseti bæjarstjórnar og umhverfisstjóri verða tengiliðir í þessu innleiðingaverkefni núna, hafa verið tengiliðir í þessu framanna og til að taka núna, það hefur verið að ná svona ákveðnu marki í þessari vinnu, það sem íslensk sveitarfélög eins og ríkið hefur innleitt heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og við þá að fjölga sveitarfélögum sem hafa náð árangri í innleiðingunni. Það svona nokkur komið vel á stað. Við erum komin ágætlega á stað í þeim efnum en viljum svona ná betur utan að það svona markmiðið með þessu verkefni að núna á komandi vori fyrir sveitarstjórnarkosninga verði svona allavega 20% sveitarfélög í Íslandi búin að koma með aðgerðaáætlun innleiðingu heimsmarkmiðin á 20% hafi sett sér slíka áætlun bera hrindin í framkvæmd. Við erum svona að ná utan þetta náttúrulega bara einn af þeim, ekki að segja eitt af þeim verkefnum sem okkur útlutar núna og munu verða ennþá frekar í framtíðinni. Bæði heimsmarkmiðin, við erum í þáttanum við barnvænu samfélagi, við þurfum líka að horfa til kynjaðrar hagstjórnar, við erum umhverfis- og loftslagsstefnu. Allt eru þetta bara ný verkfæri sem við þurfum að hafa í okkar ranni og horfa á okkar áætlanir, hvað sem fjárhagsáætlanir eða starfsáætlanir út frá þessum nýju verkefnum og hafa í huga til frambúðar. Hvet svo einnig til þess að veri vel mætt og íbúafundi næsta mánudag klukkan 8 sem verður haldinn á Eskifirði. Ég er nú ekki alveg með staðsetning hans en hann í grunnskólanum á Eskifirði og það sem fulltrúar Veðurstofunnar munu koma til að svona kynna bara eftirlit, hvernig eftirliti verður háttað á komandi vetri og það rannsókn sem búið að gera í sumar í tengslum við það hreyfingar sem urðu á ofan byggðar á Eskifirði eins og menn muna frá því í desember í fyrra. Það verður unnið heilmikið starf hjá Veðurstofunni, komið fyrir miklu mælitækjum sem á að gera okkur á verkum að það sé hægt að fylgjast mjög vel með þessu. Við ætlum að gefa bara fólki tækifæri til þess að ræða við Veðurstofuna, fá að heyra og spyrja. En ég veit að Veðurstofan har unnið þetta miklu kappi og núna og til þess að ná sem bestri yfirsýn yfir þetta hvort og hvað sé þá að gerast ef einhver hreyfing það að segja. Það bara hluti sem við þurfum að fylgjast vel með og þekkjum í gegnum náttúrulega ofanflóðahættuna og það ekkert sem kemur í staðinn fyrir gott eftirlit. Það var ekki fleira. Takk fyrir. Takk fyrir það. Einar Már Sigurðarson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég tel eiginlega óhjákvæmilegt að taka þátt í þessari jákvæðu umræðu sem að hér á sér stað. Það hefur nú á stundum verið þannig á þessum fundum að ég og bæjarfulltrúi Ragnar höfum stundum tekist á eitt og eitt mál. Nú eru aðrir tímar. Hér göngum við í fullkomnu takt því að ég vil aðalega taka undir hans jákvæðu orð hér nokkura dagskrárliði. Það full ástæða til þess að taka undir með öllum þeim líka sem hér hafa talað varðandi hugmyndirnar grænan orkugarð. Þetta gífurlega jákvætt og ég vil að segja fyrir mína parta þetta eru aðri tímar heldur en þegar menn voru með stóra drauma hér hafnina tengda við olíu og svo framvegis. Hér er raunverulega verið að fara allt aðra leið og á mínum mati miklu mun jákvæðari og möguleikarnir eru náttúrulega ótrúlega miklir. En við mögum aldrei gleyma því að þetta ekki höfn fyrir en það í höfn. Það eru því miður allt og mörg dæmi það að verkefni fara á stað en svo kemur eitthvað upp á leiðinni. En aðalatriðið eins og hér hefur komið fram að við stöndum vel að öllu því sem að okkur snýr. Við hefum alla möguleika til þess og ég veit ekki annað en þessi algjör jákvæðin í samfélaginu gagnvart verkefninu. Þannig að við getum ekki annað heldur en reynt að standa okkar hlið og vona síðan að aðrir hluti gangi upp
og það auðvitað við lítum til framtíðar, þá alveg augljóst mál að þarna mikilvægt verkefni, ekki bara fyrir okkur, heldur fyrir þjóð okkar og heiminn allan, því að þarna auðvitað verið að stíga mikilvægt skref, eins og ég sagði að hann gefur ábyggilega ótrúlega möguleika í ýmsar áttir fyrir okkur. Nú, þá ekki síður jákvætt að nú skulle vera komið í höfn verkefni brothættar byggðir á Stöðvarfirði. Þetta auðvitað verkefni sem við höfum beðið eftir núna í ansi mörg ára að reyna að koma að, og þetta hefur víða reynst býsna vel og við þekkjum það bara úr okkar nágrenni, Breiðdalsvík sem fór í gegnum þetta ferli, Borgarfjörður Eystri, og síðan Fljótsdalshreppur með sambarilegt verkefni, en vegna þess að sveitarfélagið sem slíkt fellur ekki undir skilgreiningar byggðastofnunar brothættar byggðir, þá nota þeir eingöngu hugmyndafræðina en borga brúsan sjálfur, og myndi líklega einhverju segja, ekki munaði mikið það. En það aukatriði, það hugmyndafræðin sem aðalatriði sem notuð þarna, og við skulum vona og trúum því að hún reynist jafnvel á Stöðvarfirði eins og víða annars staðar. Nú síðan vil ég einnig taka undir með bæjarfulltrúa Ragnari varðandi Réttarholt. Við erum búin að vera með það á dagskrá nokkuð lengi að reyna að selja þá húseign. Nú er það komið í höfn og það auðvitað fagnaðarefni. Og það auðvitað líka fagnaðarefni hversu vel hefur raun gengið, þó ekki sé því lokið, að létta á bæjarfélaginu rekstri ýmissa leiguíbúða sem ekki hefur verið þörf fyrir hinu félagslega kerfi, og auðvitað á sveitarfélagið ekki að vera í öðru á þeim markaði heldur bara gagnvart skjólstæðingum sínum sem þurfa á slíku að halda, og vonandi í flestum tilfellum tímabundið, þannig að við eigum ekki verið í öðru, og þetta er jákvæð þróun mjög. Nú þá er rétt að nefna aðeins það sem þarna í fundargerð 728 7. lið, það svæðisskipulagsnefndin sem fundargerð frá, bara vekja athygli á að þar auðvitað nokkuð stórt verkefni á ferðinni, og við þurfum að tryggja það að það ferli fari eftir því tímalínu sem að þessi hvað ég má segja seinast allavega eins og svæðisskipulagsnefnd sem hefur staðið sig mjög vel og ítt þessu verkefni á fullri ferð aftur. Tímalínan sem gengur út af það að auglýsingin sé komin í lofti fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar, þannig að það þurfi ekki að taka upp allan þráðinn aftur þegar nýjar sveitarstjórnir taka til starfa. Þannig að það er mikilvægt að við tryggjum það að það gangi fram, og það er rétt að geta þess að held ég munum dagsetningur rétt 19. nóvember, þá gerum við ráð fyrir haustþingi Samband sveitarfélaga á Austurlandi, þar sem að þetta verkefni verður sem sagt svona ákveðin meginpunktur og lögð mikil áherslu á kynningu þess, þannig að það fari fram á samráðsvettvangi sem eru þá fulltrúar sveitarfélagana. En forseti, að síðustu þá legg ég fram þá ósk að við höldum þeirri jákvæðni sem einkennt hefur þessu umræðu. Ég þakka bæjarfulltrúa fyrir, en orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Rúnar Már Gunnarsson hefði orðið, gjörðu svo vel. Forseti og fundarmenn, ég meina ég ætlaði þetta að rífa ykkur svolítið í mig, en ég bara þori því ekki, allir svo jákvæðir í dag. En trjákurl til húshitunar, það er gríðarlega stórt skref að fara í það. Það er sem sagt fyrirtæki Tandraberg sem að tekur timbur sem að annars er hent og urðað og kurlar niður og býr til úr því svo kallar pallett, ég veit ekki hvernig ég á að skýra það út frekar, sem er brennt. Ég efast ekki það að það er einhverjir sem að óttast það að þessu komi lykt eða eitthvað slíkt. Það getur vel verið að það gerist eitthvað til að byrja með, en meðan að vera að ná tökum á þessu. Ég held að þetta sé bara fyrsta skrefið
í því að við förum að brenna miklu meira, eins og Ragnar sagði sko. Við förum að brenna, já, ég myndi bara segja gráutunnuna. Þá getum við sett þetta svolítið á íbúana að sortira vel frá það sem að ekki má brenna og gráa tunnan getur bara farið beint í eldinn eða þá að hún fer í gegnum einhvers konar apparat sem að tætir þetta niður og svo kannski bara setur þetta með í timbur. Ég veit ekki alveg hvernig þetta er gert en þetta er farið að gera þetta. Við sem búum á köldu svæðunum, við þurfum á þess að halda að fá eitthvað svona til þess að kynda húsin okkar, því að ég get ekki séð það að við höfum verið að kjósa yfir okkur ríkisstjórn núna sem ætlar að jafna húshitun á Íslandi. Þeir voru ekkert með það á sinni dagskrá, þannig að við þurfum væntanlega að gera eitthvað í því sjálf og þetta er gott skref í það. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er listum fundargerðis bæjarráðs. Biðja bæjarfulltrúa að sleppa símum. Viltu sleppa? Biðja bæjarfulltrúa að hafa slökkt á hljóði. En orðið er listum fundargerði bæjarráðs. Það er engin beðið orðið og þá ber ég upp fundargerði bæjarráðs nr. 726, 727 og 728 til samþykktar, þeir sem það samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Næst á dagskrá er liður 4, fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 296 að undanskildum lið 26 þar sem Dýrunn Pála Skaftadóttir bæjarfulltrúi hefur vakið athygli á vanhæfi sín í málindi þeim lið. Þessi liður verða borin upp sérstaklega til afgreiðslu og þá mun Dýrunn Pála víkja og fundi á meðan. Orðið er því laust fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 296. Ég ætla aðeins að koma hérna inn á nokkur atriði. Það er liður 1, umhverfis- og loftslagsstefna Fjarðabyggðar, innleiðing og hérna eignarskipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að innleiðing yrði kynnt í fastanefndum og tilnefndir aðilar þá til að mynda starfshóp. Sveitarfélög gegna lykilhlutverki í loftslagsmálum og svo umræðan var hérna áðan jákvæð og skipti miklu máli við sveitarfélögin í landinu öll sem eitt tökum þátt í og greiðum fyrir þeim umskiptum sem þarf að eiga sér stað til að ná markmiðum Parísarsamningsins og að Ísland nái því að vera kolefnalaust árið 2040. Og það sem umræðan var hérna áðan grænan orkugarð og ef það verður að veruleika að það verður það alveg gríðarlega stórt og jákvætt skref í rétt átt við takast á við loftslagsvána. Samkvæmt breytingum á lögum nr. 70/2012 loftslagsmál sem gerð var í júní 2019 eiga öll sveitarfélög að hafa unnið og samþykkt loftslagsstefnu og núna næstu áramót. Fjarðabyggð hefur nú þegar samþykkt sína og er að hefja þá innleiðingu og það er vel. Þar sem byrja verður á starfsemi sveitarfélagsins. Tilgangur umhverfis- og loftslagsstefnu Fjarðabyggðar er í megindráttum að auðvelda sveitarfélaginu að draga úr áhrifum vegna losunar gróðurhúsalofttegunda frá starfsemi sinni og jafnframt verið til fyrirmyndar í umhverfismálum. Innleiðingin hefst með því að mynda, eins og ég kom hérna fram á í byrjun máls míns, að mynda starfshópa, rýnuhópa sem munu þá skoða niður í kjölinn grænu skrefin og fastanefndir eru þá að skipa fulltrúa í þennan hóp. Margar stofnanir í Fjarðabyggð eru nú þegar hluti af verkefnum sem tengjast umhverfisverkefnum og það má til dæmis nefna grænfánan sem er verkefni á vegum landverndar og það er með starfshópnum verður núverandi verkefni tengd við grænskrefin og grænu skrefin og öfugt. En þetta er fyrirmyndar hjá okkur
mörgum stofnunum okkar og sem á fyrirtækjum hér í Fjarðabyggð. Fjarðabyggð líkt og önnur sveitarfélög samhliða innleiðingu og eða við gerð umhverfis- og loftslagsstefnu að taka upp innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og við í Fjarðabyggð settum þau markmið inn í umhverfis- og loftslagsstefnun okkar og innleiðum þau samhliða enda eru heimsmarkmiðin samofin stefnunni og bæjarstjóri kom inn á þá vinnu sem núna verið að fara í gang. Á öðru leyti í fundargerðum eignarskipulags- og umhverfisnefndar þetta mikið lóðar úthlutanir og byggingaleyfis, gefa út byggingaleyfi sem gríðarlega jákvætt og eins og við höfum sagt hérna nú bara vonum maður að það fari að skila sig og fólk fari að byggja. Það ekki meiri bili frá mér en orðið laust fundargerðir eignarskipulags- og umhverfisnefndar, eða fundargerð. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar fyrir utan lið 26 hérna upp til samþykktar. Þeir sem samþykja það vil skilja merki, það samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá það liðið 26 í fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar nr. 296 og Dýrum Pála Skaftarsdóttir hefur vikið af fundi á meðan. Þá þessi liður, það sem sagt 750 Hafnargata lögðu fram til kynningar kæra búðareiganda Búðareyra 24 á Fáskrúðsfirði til úrskurðar og umhverfis- og auðlindamála vegna samþykktar bæjarráðs í umboði bæjarstjórnar á afgreiðslu eignarskipulags- og umhverfisnefndar vegna grenndarkynningar og samþykktar á byggingaleyfi til handa Loðnuvinnslunni HF vegna framkvæmda við húsnæði fyrirtækisins að Hafnargötu 32-34. Orðið laust þennan lið. Enginn hefur óskað eftir að taka til máls og þá ber ég upp lið 26 í fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar eftir samþykktar þeir sem hann samþykkja. Hann samþykktur með 8 greiddum atkvæðum. Og þá má Dýrum Pála Skaftarsdóttir koma aftur inn á fundin. Þá erum við komin í lið 5 fundargerð Hafnarstjórnar nr. 267 en orðið laust þessa fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð Hafnarstjórnar nr. 267 upp til samþykktar þeir sem hann samþykkja með skeiðmerki. Hún samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Liður 6 fundargerð félagsmálanefndar nr. 146 orðið laust fundargerð. Hjördís Helga Seljan, formaður félagsmálanefndar hefur beðið orðið, skjör svo vel. Forseti bæjarstjórnar og aðrir. Ég ætla bara aðeins að ræða það sem við tókum fyrir á fundinum í félagsmálanefnd og það var það að félagsmálanefnd samþykkti á fundinum að Fjarðabyggð myndi skýra sérstaklega þáttöku og hlutverk fjölskyldusviðsins við kemur málefnum jólasjóðsins sem hefur verið alltaf á hverju ári. En það að segja að aðrir samstarfsaðilar jólasjóðsins taki að sér að afgreiða umsóknirnar í sjóðinn og að hlutverk fjölskyldusviðsins sé þá meira að leiðbeina og fyrst og fremst að leiðbeina umsækjendur sem að sækja í jólasjóðnum og leiðbeina þeim og mögulega eftir atvikum að aðstoða samstarfsaðilana við frágang. Þannig að ákvarðanir hjá Fjarðabyggð greiðslur úr sjóðnum verða semst ekki höndum Fjarðabyggðar fjölskyldusviðs. Þannig að þetta var ákvörðun sem var tekin heldur að samstarfsaðilar í jólasjóðnum munu sjá það að ákvarða greiðslur úr sjóðnum. Meira var það ekki. Takk. Þetta orðið þá laust fundargerð félagsmálanefndar. Enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð félagsmálanefndar nr. 146 eftir samþykktar þeir sem hann samþykkja skeiðmerki samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 7 fundargerð fræðslunefndar nr. 102 og orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar nr. 102 upp til samþykktar þeir sem hann samþykkja við þessa skeiðmerki.
samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Númer 8, deiliskipulag Bakkagerði 1, breyting Litlagerði, og ég mun mæla fyrir tillögu á óverulegu breytingu á deiliskipulagi Bakkagerðis 1. Vísa frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar, tillögu að einbýlishúsalóðirnar við Litlagerði 2, 4 og 6 verða einni raðhúsalóð. Lagt til að tillagan verði afgreidd sem óveruleg breyting á deiliskipulagi Bakkagerðis 1. Samþykki nágranna vegna sameiningu lóðarna liggur fyrir. Orðið er laust lið 8. Það er engin beðið orðið og þá ber ég upp lið 8 til samþykktar, tillögu óverulega breytingu á deiliskipulagi Bakkagerðis 1. Þeir sem það samþykja með þess að skeiða merki. Það er samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 9. 735 deiliskipulag, Dalur 2, breyting Miðdalur, Ystidalur, Árdalur, og ég mæli fyrir tillögu óveruleg breytingu á deiliskipulagi Dals 2. Vísa frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar, tillögu að parhúsalóðirnar við Ystadal 6 og 8 og Miðdal 17 til 19 verði gerða einni raðhúsalóð. Lagt til að tillagan verði afgreidd sem óveruleg breyting á deiliskipulagi Dalshús 2. Grenndarkynningu er lokið án athugasemda. Orðið er laust lið 9. Það er engin beðið orðið og þá ber ég upp lið 9 til samþykktar, tillögu óverulega breytingu á deiliskipulagi 2 á Eskifirði, Dals 2 á Eskifirði. Þeir sem það samþykja gefa merki, það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá er dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar með dagskrá sem verður þá þann 21. október næstkomandi, og ég þakka fundarsetuna og segi fundi slitið.